Bjarki Ármann Oddsson. Bjarki, þetta var rosalegar lokamínútur, það verður að segja alveg eins og er. Já, það verður eiginlega að segja það. Ég er svona enn bara rétt núna átt að komin á jörðina bara. Bjarki, þetta var erfið fæðing. Við virtumst alltaf að stinga af í fyrri hálfleik og Skaginn kom sterkur inn og jafnaði og sama sagan í seinni hálfleik. Gengur okkur svona illa að halda því af hverju gengur okkur illa að halda fengnum fórskoti? Sko, ég var búinn að segja við strákana fyrir leikinn og það var eitt af því sem ég talaði mikið á móti þessu lið. Þetta er lið mjög erfitt að losna við þá. Þeir koma alltaf tilbaka, þeir gefast aldrei upp, 10-15 skiptir í engu máli, þeir vinna sig alltaf tilbaka. Og eins og ég segi, við vorum eiginlega bara heppnir þetta lenti okkar megin. Við náðum aðeins að spýta í lófana inn í lokin. Mín tilfinning er samt að við séum með betri mannskap og það er bara einfaldlega að skila þessu. Og auðvitað Sindri okkur þetta gríðarlega svakalegu play í lokin. Sindri Davíðs, Sindri, þetta var alveg rosalegt moment hjá þér í lokin. Já, þetta var bara léleg sending í honum og ég las það bara. Það var ekki flókið. Já, þetta var ekkert snild að lesa í þér, þetta var bara léleg sending á mannum. Já, ég las þetta nógu vel, sko. Sindri, þú átti samt góðan dag í dag, þú varst með einhver 10 stig og svo þessi stuldur hérna í lokin sem var náttúrulega frábær. Já, þetta var ekki alveg nógu eitthvað hjá mér í sókninni en fín vörn í dag. Ertu sáttur við eigið framlag í leiknum yfir höfuð? Já, í vörninni, já. Ég hef gert betur í sókninni. Ég set náttúrulega Sindra á það hlutverk að dekka besta mannin þeirra allan leikinn og ég gef honum eiginlega bara hvíld þegar Vikki hann er inn til að leysa hann af fyrir nokkrar mínútur. Sindri leysti það rosalega vel í bara alla leikinn í raun og veru. Já, í raun og veru. Þetta bara, eins og ég segi, hann er minn beittasti varnarmaður og ég nota hann í þetta hlutverk óspart. Það er akkurat þetta sem svona leikmenn eru svo gulls í gildi. Svo er náttúrulega stutt gild, það er ekki leik fyrir næstu helgi tvenna út í velli? Jú, það er bara sögur næstu helgi og spila, ég spila 4 leiki, 2 í úlingaflokki líka, þannig það er nóg að gera. Já, það er ekki pása? Nei, það þýðir ekkert. En þú ert í formið þannig að þú átt nú að fara létt með þetta? Já, ég öfum með að hlaupa, þannig þetta er góð leið. Bjarki, svo næsti Emil Galontin, hann er ekki fyrir hvað 7. desember? Já, það er augnablik 7. desember. Það eru strákar sem alls ekki vann með þetta. Mjög öflugir strákar, kunna þetta allt saman, eru kannski ekki í endilega besta forminu sko. Þetta er svona innan gæsalappa bumbuboltalið, þetta er svona bumbuboltalið A-flokki. En það er náttúrulega getur verið hættulegt að mæta svoleiðismönnum. Já, og þeir eru bara sért á úrslitunum sem þeir eru búin að spila. Þeir eru bara að tapa leikjum hérna með 2 og 3 stigum og þeir eru búin að vera mjög óheppnir að ná ekki einbera fleiri leiki. En þú ert samt sæmilega brattur allavega náttúrulega að landa sigri en þetta var svo sem þú hafi ekki verið neitt glæsibaraður yfir í? Nei, ég eins og segi, það hafi ekki glæsibaraður á okkur svo sem í dag en þetta Skagalið er mjög gott og ég er bara virkilega sáttur að ná að verja heimavöllin. Bjarki, til hamingju með sigurinn og bara okkur hlakka til næsta leiks. Herru, takk hérlega fyrir. Takk fyrir.